Nú erum við í básnum hérna hjá Kompresssport. Þið hafið verið áður á skráningarhátíðinni, er það ekki, Steinn? Jú, ég held að þetta sé í fjórða skipti sem við erum hérna í Reykjavík Marathon. Og hvernig finnst ykkur svona þessi kynningarleið skila ykkur? Þetta hefur gengið einstaklega vel. Þetta er búið að vera gríðarlegur fjöldi manna sem hefur heimsótt okkur á básinn. Íþróttamenn og svo bara áhugafólk hlaup. Útlendingar hafa komið mikið á básinn líka. Já. Og þetta, ég myndi segja að vera með þetta í 2 daga er miklu betra heldur en að hafa þetta á einum degi. Það er svona jafnar álagið yfir þennan tíma sem við höfum hér inni í höllinni. Já, frábært. Og stemningin búin að vera góð? Já, stemningin er búin að vera góð og við erum náttúrulega að reyna að vekja athygli á vörunum okkar og það hefur gengið mjög vel og fólk er mjög áhugasamt. Það spyr margra spurninga, þannig að við höfum haft að nóg að gera að tala við kúnnana líka sem fræða það um vöruna. Íslendingar að taka þessari vöru vel? Já, þeir hafa gert það einstaklega vel og það er bara gaman að sjá hvað eru líka margir góðir afreksmenn sem eru að nota vörurnar og það er náttúrulega besta auglýsingin. Já, einhver af ykkur, þið náttúrulega eru, ég sé hérna, ég þekki ykkur nú og þið eru allir hlauparar. Já. Einhver af ykkur sem er að hlaupa á morgun? Já, Pétur Már ætlar að fara heilt maraþon á morgun og við ætlum að hvetja hann til dáða. Þannig að við væntum þess að hann hlaupi hratt. Í Kompresssport? Já, hann verður í þeim og við skulum vona að skila honum nokkrum mínútum. Glæsilegt, takk fyrir þetta. Já, ekki málið, takk.